Þegar við vinnum með rétthyrnda þríhyrninga með 90 gráðu horni, táknum það svona, þá gildir ákveðin regla. Þríhyrningur getur ekki verið með 2 90 gráðu horn því að hornasumman 180 gráður. Ef við verum með 2 horn með 90 gráður þá er engar gráður eftir í þriðja horni, þá er þetta ekki þríhyrningur. Við notum reglu sem kennd við Pýþagóras frænda minn að önnur skammhliðin í öðru pluss hin skammhliðin í öðru er jafnt og langhliðin í öðru. En hvað eru skammhliðar og hvað eru langhliðar? Skammhliðarnar eru hliðarnar sem snerta rétta hornið. Skálínan er langhliðin og hún er alltaf sér. Sjáðu, þessar tvær eru saman. Skáhliðin sem snertir ekki rétta hornið, það er sérhliðin, hún er alltaf sér í Pýþagóras og hún er alltaf lengst. Hvernig notum við þetta? Jú, ég nota regluna, tek aðra skammhliðin í öðru pluss hin skammhliðin í öðru er jafnt og langhliðin í öðru. Ég veit ekki langhliðina, þá seti ég inn bókstaf í staðinn. Rekna svo bara út úr þessu. Og hvernig losna ég við x í öðru? Jú, með því að taka rót báðum megin. Rótin og annarveldið þurrkar hvort annað út. X-ið er 5, þannig að þetta eru 5 metrar. Þetta er gefið upp í metrum hérna. Þarf ég að gera pluss mínus? Nei, af því ég er að vinna með lengd. Lengd getur ekki verið mínustala. Nákvæmlega eins hér með smá mismun þó. Ég geri þessi í öðru pluss þessi í öðru er jafnt og langhliðin í öðru. Skammhliðarnar, hliðarnar sem snerta rétta hornið, saman, legg þær saman og svo langhliðin hinum megin við jafnaðarmerkið. Upsilon í öðru pluss 81 er jafnt og 225. Upsilon í öðru er jafnt og ég gerir mínus 81 báðum megin. Tek rótina báðum megin. Upsilon er 12. Ef að ég fengi til dæmis tölu hér sem væri lengri heldur en langhliðin, þá er ég að gera eitthvað vitlaust. Því að skammhlið er alltaf styttri heldur en langhliðin. Það er bara regla með rétthyrnda þríhyrninga. Þetta er regla sem við nýtum okkur til þess að finna hliðar í rétthyrndum þríhyrningum, en líka til þess að athuga hvort að þríhyrningar séu rétthyrndir. Því ég get prófað að ef ég er með allar 3 tölurnar, prófa að gera þetta, skammhliðarnar í öðru er jafnt og langhliðin í öðru, þá veit ég að hann er rétthyrndur. Þetta er mikið notað í byggingariðnaði og svoleiðis þegar verið að mæla bara á staðnum. Er þetta rétt horn? Þá er þetta að nota þessa reglu og til dæmis 3, 4, 5 er þekkt Pýþagórasar þrennd. Þetta gæti verið 30, 40, 50 og alls konar útgáfur af því. Hérna er önnur Pýþagórasar þrennd, þar sem við fáum heilar tölur sem að passa inn í rétthyrnda þríhyrning, það köllum við Pýþagórasar þrennd.